Þegar á miðin komið var loðnan horfin. Þór Jónsson segir frá. Fréttir af góðri loðnuveiði dagana áður höfðu vakið áhöfninni Tálvonir sem gerðu Hólmaborg SU11 ferðbúna og Eskifirði á miðvikudag. Þá hafði spurst að bátar fengju 1700 tonna afla á einu sólarhring. Loðnuveiði brást að miklu leyti í fyrra og tók ekki við sér fyrr en áramót. Skipverjar létu þess vegna hendur standa fram úr ermum við undirbúningin. Hólmaborg varð enda fyrsti íslenski loðnubáturinn til að sigla á miðin. Þórarinn Hávarsson, okkar maður á Eskifirði, tók stýrimann tali á bryggjunni áður en lagt var upp. Færeyingar hafa verið að fá einhvern afla og Norðmenn, svona þeir eru með þetta. Það er erfitt að segja til veiði Norðmenn vegna þess að þeir frysta loðninu um borð og hafa við lítinn afla að gera í svona sér. En það er fréttir sem við höfum, það er það að það hefði fundist þarna ágætt veiði og Færeyingar hefði fengið úr þeirri veiði. Við vitum skip sem fékk þarna 1000 tonn í eina nóttina, annað sem var með 750 tonn. Og þessu byggjum við okkar ferð. Veistu nokkuð stærð loðnunnar núna? Nei, ég held hún sé í mjög góð ástandi, feit og góð. Eins og alltaf á þessum árstíma. Ertu bjartsýnni núna heldur en í fyrra, haust? Þessi veiði sem nú er að ske, sko, hún átti sér aldrei stað í fyrra. Og ef að í haust verður eins og fyrra haust, guð minn almáttugur. Hólmaborginni var stefnt á miðin það bil 120 til 150 sjómílum norður af Langanesi, þar sem fyrir voru norskir og færiskir loðnubátar. Aftur á móti brá svo við þegar að var komið að gangan var horfin og síðan hefur Hólmaborgin leitað að henni í samfloti með færiskum og norskum skipum. Síðast þegar fréttist var skipstjóranum skapi næst að snúa aftur til hafnar þegar ekkert var að hafa. 11 loðnubátar eru enn á miðunum en fyrir stuttu voru þeir á bilinu 30 til 40 en svo virðist í bili að minnsta kosti að Íslendingar hafi orðið af þessari loðnugöngu.